Saga Odda nátengd íslenskum skáldskap, má segja. Fyrirtækið gamalt, það síðan 1943 og hefur frá upphafi verið að prenta mikið af bókum, þó við prentum alls konar prentefni með. En bækurnar hafa alltaf svona dálítið sérstakan sess hjá fyrirtækinu og við höfum vaxið upp með íslenskum skáldskap og íslenskum skáldum og útgefendum. Þau eru tíðir gestir hérna hjá okkur og erum með mjög góðir samskiptum bæði við skáldin og þá sem að gefa út bækurnar og lítum á þá sem góða vini okkar og þeir vonandi okkur líka. Þessi stemming, þessi jólabókamarkaður sem myndast hérna í október, nóvember, desember, þegar flestar 70–80% íslenskra bóka kemur á markaðinn. Þetta svipað eins og í síldinni í gamla daga. Allir þurfa að leggjast þau til þess að dæmið gangi upp. Og það nú kannski svolítið skemmtilega við að það bíða allir eftir þessum árstíma hér og vilja taka þátt í þessu. Það myndast ákveðin stemming í húsinu og það ákveðin lykt sem þú finnur þegar bækurnar byrja að streyma hérna í gegn. Þannig að þetta svona hluta lífinu og eitthvað sem við myndum sakna ef þetta myndi nú hverfa. Það einhvern veginn þannig að starfsmenn koma og fara en það safnast alltaf upp svona einhver andi og einhver þekking í fyrirtækinu og það eitthvað sem að menn komur sér ekkert upp á einu ári eða tveimur. Þetta eitthvað sem einungis hægt að eignast með langri reynslu og góðum samskiptum við þá sem tengjast þessar íslensku sagnahætti. Þegar bók kemur hér í hús til okkar þá fer hún til tæknimanna sem skoða öll skjölin og hvort allt sé ekki eins og það á að vera. Og þegar því lokið þá fer bókin á prentlutur og síðan í prentun, síðan fyrir brot og sett saman og inn í bindur. Þannig að það margar hendur sem koma að einni bók. Það sem spennandi við þetta fag að hver ein bók einstök og það alltaf að gera eitthvað nýtt á hverjum degi. Bækurnar eru einstakar og það bara stemmingi sem myndast eins og núna þessum ástíma og bara svona taka þátti að búa til eitthvað og svo ferðu út í bókabúð og þar sérðu allar bækurnar sem þú tekið þátti að vinna og koma áfram og gefa þeim líf. Það svona það sem einstakt í þessu. Og svo líka bara hafa held ég flest allir áhuga á bókum og það gaman að lesa bækur og bara njóta bóka. Tiltölulega nýr inn í þennan bransa, sérstaklega með marga sem eru búin að vera hérna áratugum saman. Það mjög sérstakt að koma svona, getum sagt, nýr þarna inn og kynnast þessum heimi og sérstaklega því sem tengist bókunum. Það komst mjög fljótt að því að menn tala öðruvísi bækur heldur en annað prentverk. Og stemmingin hérna í prentsmiðjunni fer mér mikið eftir því til dæmis hvernig jólabókavertíðin lítur út. Menn byrja að gjarnan að spyrja það mjög snemma á haustin, hvernig lítur út með jólabókavertíðina og það byggist síðan upp svona smá saman einhver stemming, eitthvað annað líf í prentsmiðjunni eftir sem mann dregur jólum. Og þetta tengist bara bókaprenti. Þetta tengist ekki á sama hátt öðru prenti. Og ég held að það hafi með það að gera að bókin ekki bara framleiðslugripur. Þarna verið að segja sögu og koma henni á framfæri og þetta hefur mun meira líf heldur en aðri prentgripir. Þannig að þetta var alveg ný upplifun fyrir mig að kynnast þessu eftir að ég byrjaði hérna. Ég hef mjög gaman að alls konar bókum. Mér finnst mjög gaman að sjá fallegar ljósmyndabækur og listaverkabækur sem fara hérna í gegn. Kannski það vegna þess að það mesta áskorun að prenta þess háttar bækur og síðan svona klassísk skáldverk. Það mjög gaman að sjá þau koma inn. Við prentum gjarnan þessa klassísku höfunda eins og Halldór Laxness og svona þessi stærri íslensk skáld og síðan sérstaklega gaman þegar koma ný skáld inn á sjónarsviðið. Að sjá að prenta fyrstu verk eftir nýja höfunda, fylgjast með þeim, sjá hvaða viðbrögð þeir fá. Mjög gleðilegt að fá beiðni endurprentun á verkum nýrra skálda og það eru þessi verk svona sem kannski hreyfa mest við manni.
skemmtilegast í þessu að þegar helgar, þegar maður fer inn í bæ og inn í bókabúður, það að sjá alla bækurnar sem við erum búin að vera að framleiða, komnar í bókabúð og þú horfir eiginlega yfir búðina og sér, þannig alls konar fólk að skoða allar þessar bækur og kaupa þær. Og það eiginlega sem gefur þessu svolítið gildi, að sjá bókina enda hjá einhverjum sem ætlar svo að lesa hana og eiga hana og skoða hana. Það eiginlega, það punkturinn yfir í.